Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Í dag þá ætlum við meðal annars að fara yfir fréttir vikunnar með þeim Andri og Finni. Við ætlum að grilla og fá hann Hallgrím matreiðslumeistara til okkar, enda grillvertíðin komin. Jafnvel þó að spáin sé nú kannski ekkert sérstök framundan. En við ætlum líka að fræðast aðeins vindmyllur, fjórðungsmót Austfjarða og við heyrum líka söngljóðahátíðina í Ævitúni sem haldið í tilefni 70 ára afmælis Jóns Hlöðvers Ásgeirssonar. En við ætlum að byrja, og svo ætlum við að heyra lag með honum Sveini Þór sem var að gefa út myndband. Flott lag þar og ferði í lok þáttar. Við byrjum hins vegar á Karlakór Akureyrar Geysir og Bókamíl Font og hljómsveit sem ætla að sameinast. Hvorki meira en minna, þetta samruni? Nei, kannski það nú ekki samruni, þetta svona tímabundið samruni, þetta svona samstarfsverkefni. Svolítið nýjung hjá okkur að fara þessa leið að við erum með þarna, já eins og segir, Bókamíl Font nú svona aðal númer hjá okkur og ekki megum við gleyma Óskari Pétursinni sem sérstakur gestur hérna. Og við erum að syngja þarna, svona þetta köllum þetta minn eða þinn sjóhattur, tengist allt svolítið sjónum. Já. Og við erum að syngja hérna öll lögin tengjast sjónum og þess vegna erum við nú alls að syngja þetta núna hérna rétt fyrir sjómannadag Selgina sko. Tónleikarnir verða? Tónleikarnir verða föstudaginn 5. júní klukkan 8. Og kannski segja mér aðeins, já. Það má kannski bæta því við að kannski svolítið sérstakt að þarna erum við að syngja til dæmis Brennið þið vitar. Já. Og Brimlendingu Ásgeirs Jónssonar. Og þetta við svona rockaða hljómsveit sem kemur mörgum örugglega eitthvað á óvart en þetta svona, já, kannski ekki þungarokk en það Eins langt að Karlakór Akureyrar Geysir mun fara í þungarokkinu? Já, ég veit það ekki, þarna gítarsóló og fínir í. Já. Einvalið hljómfæraleikara náttúrulega sem kemur til maður spilendur hjá okkur. Já. Hann það Ómar Guðjónsson og Kjartan Valdimarsson, Helgi Svavar verður þarna og svo hann Eigum að muna það? Valdimar Kolbeinsson. Já. Nei, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson. Já. Þannig að þetta verður alveg einvalið liðið. Segðu mér aðeins frá Karlakórnum sjálfum. Hvers konar kórstarf þetta? Náttúrulega, ég verð að segja fyrir minn smakk sko að það eiginlega ekkert fallegra en Karlakór. Ég verð að segja það og Brennið þið vitar að heyra Karlakór syngja það bara ávísun á gæsahúð. En segðu mér frá starfi Karlakórsins. Þetta bara sama safn af hraustum og kátum köllum sem finnst gaman að koma saman og syngja svona í grunninn sko. Svo náttúrulega hleðst utan á það ýmislegt. Ég reynum að þetta náttúrulega markmiðið bara að reyna að hafa þetta eins skemmtilegt og hægt þannig að við reynum að vera með skemmtilegt og gott lagaval og svo reynum að vera með svona reynum að gera okkur ýmislegt í dundurs annað en að syngja líka. Við hittumst ég held til að mynda sviðalappaveislu undir styrkri stjórn Björnda, Björns Jósefs sem menn fóru austur. Hvert fóruð þið aftur? Við fórum austur í sveitir og suðum lappir. Já. Á annað 1000 lappir. Og suðum í 4 taupotta þvottum. Já. Það hlýtur að hafa verið upplifun. Það var mikið gaman, já. En þetta starfi í kórnum þetta nú kórar sem byggir á gamalli hefð og rætur sínir allt til 1922 en það tekið allt það sama. Nei. Og breytingar alltaf en við leggjum auðvitað alltaf mikið upp úr því að vera með góðan söng og gera hlutina vel. Þannig að þetta annars vegar bara metnaðarfullu kór en hins vegar kannski líka bara félagar. Félagskapurinn auðvitað skiptir mjög miklu máli því að það það svona sem límið í þessu líka að menn komi og því að maður manns gaman. Þetta verður að vera gaman eins og allt. Já, og það við erum svolítið að reyna að finna balans núna milli þess að vera með krefjandi og falleg lög í bland við skemmtanagildi sko. Þannig að það verður svona einhvern veginn að feta eitthvað stíg þar á milli sko, menn við ekki alveg kafna í einhverjum í brjáluðum verkefnum sko og gleyma gamaninu sko en svo má þetta heldur ekki vera gaman á kostnað gæðana sko þannig að ég held að þetta byggir svolítið á því að finna einhvern góðan balans þar á milli
og ég held líka bara að það skila sér út þegar kórinn hefur gaman, það skila sér á tónleikum og í öllu sem við gerum, sko. Eins og í öllu lífinu bara. Já, í rauninni, sko. En hvernig, það náttúrulega augljóslega kynslóðurnar mætast þarna í þessum kóri, Hvað meinarðu? Já, Fermingarbræður. En það ekki líka hluti af sjármanum að tengjast á milli kynslóða? Jú, það alveg, allan fyrir mig þá það gríðarlega dýrmætt að koma inn og kynnast gömlu jöxlum frá Akureyri, sko, og svona, þú veist, reyna að, ég veit ekki, bara blanda geði og kynnast og ég nú aðkominn maður á Akureyri, ég úr Mosfellsbænum, en þetta var eitt af mínu fyrstu verkefni þegar ég flutti norður, það var að skrá mig í kórinn, og bara, einmitt, til að kynnast og blandast inn og komast inn í samfélagi og svona, það hefur heldur betur tekist og á fullt af góðum vinum hann í dag, sko, sem eru allt frá 20 upp í 8, ef svo má segja, þeir eru 81 og 2. Þú horfum á mig, Heiðar Knoll og Tótt, þeir eru sennilega elstu mennirnir sem ég kynnist í gegnum kórinn. Heiðar og Ingu og Hreiðar og Ingur. Þetta hárrétt hjá hann. Það var tíma svolítið vandamála að manna kórinn, það sé að við vorum dálítið mikið, sko, allir yfir 50. En núna sérstaklega í síðasta vetur og vetur þá hefur okkur tekist að fá inn svona unglinga. Já. Labbakúta. Já. og það hefur gert okkur gömlu kollunum mjög gott. Já. Ég held að við höfum svolítið yngst í anda líka við það að hafa svona yngri strákar sem að Já, ég finn það. Ég er alveg farin að taka upp á ýmsu alls konar rugli sem ég held að fullorðið fólk ekki, sko. Greinilegur og sögur sem ekki verða sagðir í sjónvarpi. Já, það svona ekki fyrir að búa slökk á, sko. Já. En allavega þessi tónleikar, þetta verður bara metnaðarfull dagskrá með Bókamil Fond og Óskari Péturs og ykkur öllum. Já, og sem sagt þessari hljómsveit. Já, þetta má undirstrika það, þetta auðvitað mjög sérstakt. Við erum svolítið spenntir og svolítið nervusir. Þarna þurfum við að syngja allir í mikrofóna sem við erum nú ekkert endilega vanir að gera. En til þess að reyna nú að æfa menn í því þá voru sögunnið kústskaft og núna á síðustu æfingu þá stöndum við með kústskaftið og syngjum svona til þess að venja okkur við að syngja beint í mikrofónin. Svo gargar kostjónu, ekki á nálægt. Við komum kústskaftið upp í sig. Þannig að menn eru byrjaðir að fíla sér svolítið. Já. Orðir er svo rockstjörnur. Já, jafnvel. Já, við erum líka að taka mikið skemmtilegu lög. Við erum að taka bubbalög, 2 bubbalög allavega. Og svona, við erum að brydda upp á mörgum nýjungum á þessum tónleikum. Og þetta var mjög kærkomið fyrir svokölluðu ungliðarhreyfingu sem við stofnuðum Lambrútarnir innan kórsins. Það sem sagt 30 ára og yngri innan kórsins, þeir komast í ungliðarhreyfinguna. Já. Og við vorum mjög kátir með lagavali, sko, þannig að það má alveg, ungt fólk ég get lofað því að þeir getur komið aftur gaman á, sko. Já, yndislegt. Kæra þakki fyrir komuna, herra menn. Ég eiginlega efast ekki að þessi tónleikar verði fyrir alla og að gera að kynna sér það inn á menningarhús.is. Væntanlega hægt að kaupa miða ef ég þekki þetta rétt. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.